Komið þið sæl, það hefur rignt nokkuð linnulaust á austanverðu landinu í dag og eins og kom fram í fréttum að það féllu aurskriður á Seyðisfirði en við sjáum að það er nú ekki mikil breyting svona heilt yfir að líta næstu daga en það dregur þó aðeins úr úrkomu austan til í fyrramálið eins og bætir aftur í annað kvöld. Lægðirnar eru ennþá hér á færibandi í suður af landinu og komast hvorki til vesturs yfir Grænlandi eða til austurs yfir Evrópu þar sem að tvær víðáttu miklar hæðir halda þarna á móti. Það dregur þó smám saman úr vindi, það er búið að vera hvasst á annesjum norðanlands og eins á Vestfjörðum og svo með suðurströndinni í dag en svona smám saman þá minnkar vindurinn og á fimmtudag er nú útlit fyrir að verði bara nokkuð hægur vindur víða á landinu en síðan kemur sem sagt næsta bylgja í þessari lægðasúpu að suðausturströndinni og það hvessir aftur á fimmtudagskvöld. En við sjáum hérna hvernig úrkomumerkið svona dregur svolítið úr því núna í nótt en svo seinnipartinn á morgun að þá kemur hérna inn ný gusa þannig að það fer að rigna aftur að svolítið magni síðdegis á morgun eða annað kvöld á Austfjörðum. Hins vegar dregur smá saman úr hita þannig að þessi úrkoma hún verður meira snjókoma og slitta í fjallshlíðum heldur en hefur verið og það kannski hjálpar aðeins til við skriðuástandið. En í fyrramálið er útlit fyrir austlæga átt á suðvestanverðu landinu og bjartviðri víðast hvar, smá skúrir líklega við suðurströndina og kannski líka stöku skúrir við Faxaflóa. Það er aðeins meiri úrkoma í kortunum á Ströndum og eins á Skaga og Tröllaskaga en annars staðar á norðvestanverðu landinu er nú útlit fyrir að verði bjartviðri, hiti svona rétt og yfir frostmarki í fyrramálið og nær kannski 4-5 gráðum þegar að líða tekur á daginn. Það er slitta eða snjókoma jafnvel inn til landsins og til fjalla í nótt á norðaustanverðu landinu en á láglendi þá bæði á Austfjörðunum og annars staðar á svæðinu og þá er nú fyrir að verði ennþá rigning svona að mestu leyti, kannski helst að það verði slitta við Skjálfanda þar sem að verður heldur svalara heldur en annars staðar. En þið sjáu þarna í fyrramálið er hitinn yfirleitt yfir frostmarki sem þýðir að það rignir þá ennþá í byggð. Á suðaustanverðu landinu þá dregur nú smám saman úr vætinu og verður líklega orðið svona að megninu til þurrt í fyrramálið. Hins vegar er ekkert langt í úrkomusvæði hérna rétt suðaustur á landinu og ekkert ólíklegt að það beri kannski inn smá súld þrátt fyrir að mesta úrkoman sé búin í bili og síðan vestanur að væri nú líklega bjartviðri eins og við sjáum. En síðdegis á morgun þá eigum við von á þessari næstu bylgju sem að fylgir þessari lægðasúpu suður af okkur. Hún gengur hérna beina leið inn á Austfirði og það heldur þá áfram að rigna þar annað kvöld. Vindáttin verður örlítið norðlægari heldur en hefur verið og það má því vona allavega að það verði ekki alveg jafn mikil áhrif af vindi sem hefur valdið því að þetta veður hefur gengið svo að segja beint inn Seyðisfjörðinn. Það er líka úrkoma áframhaldandi á annesjum norðanlands en dregur heldur úr vindi og verður svona við þetta 8-15 metrar á sekundu á morgun. Hiti svona eins og segja áðan 4-5 stig yfir hádaginn og síðan frystir nú mögulega víða aðra nótt. Á fimmtudag hvessir aftur síðdegis og bætir enn frekar í úrkomu á norðanverðu landinu. Líklega rigning yfir daginn en slitaði snjókoma að nóttu til. Sunnanvert landið eða suðvestanvert landið virðist vera í svona smá vari vegna þess að lægðin er hér fyrir austan land. Annars staðar verður vindur þetta svona 10-15 metrar á sekundu. Á föstudag þá er nú útlit fyrir að verði svona heldur orðið kaldara að litast á landinu og við sjáum að þarna er vindurinn alveg þetta 13-18 metrar á sekundu við norðurströndina en aðeins hægar inn til landsins. Líklega bjartviðri hér sunnan og vestan til en ekki ólíklegt að það snjói í byggð allavega á norðanverðu landinu. Það eru sem sagt ekki mikla breytingar af vindi eða úrkomumynstri næstu daga en kólnar smám saman þannig að úrkoman sem verður næstu daga hún gæti verið svona frekar á formi slyddu heldur en bara rigningar. Verið sæl.